Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 17. janúar 2017. Þetta fundur númer 3407 og annar fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 8 liðum. Og fyrsti dagskrárliður í útsendi dagskrá breytingar bæjarstjórn Akureyrar breytingar í ráðum. Lögðu fram tillaga D-lista breytingar og skipan aðalfulltrúa í fræðsluráði. Baldvin Valdimarsson tekur sæti aðalfulltrúa í fræðsluráði í stað Hönnu Daggar Marinósdóttur og lögðu fram tillaga æ-lista breytingar og skipan aðal- og varafulltrúa í fræðsluráði og varafulltrúa í frístundaráði. Áshildur Hlín Valtýsdóttir tekur sæti aðalfulltrúa í fræðsluráði í stað Preben Jóns Péturssonar og Margrét Kristín Helgadóttir tekur sæti varafulltrúa í fræðsluráði í stað Áshildar Hlínar Valtýsdóttir og Guðmundur Haukur Sigurðsson tekur sæti varafulltrúa í frístundaráði í stað Áshildar Hlínar Valtýsdóttir. Orðið laust. Það sem enginn hefur kastið til ljós þá göngu til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt framlagða tillögu vinsæls gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá annar dagskrárliður, Tangabryggja, Hafnarsvæði Oddeyri, umsókn deiliskipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Sigurður Óli Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Annar liður í fundargerð skipulagsráð dagsett 11. janúar 2017. Erindi dagsett 14. júní 2016 þar sem Pétur Ólafsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands sækir deiluskipulagsbreytingu vegna lengingar á Tangabryggju til suðurs. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda þann 9. nóvember 2016 að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Deiluskipulagsbreytingin var grenndarkynnt frá 11. nóvember og var athugasemdafrestur til 9. desember 2016. Ein umsókn barst. Norðurorka dagsett 16. desember 2016. Á svæðinu eru lagnir allra veitna, vatns, raf og fráveitu nema hitaveitu. Framkvæmdir Hafnasamlags verða að taka mið af því og nauðsynlegt að samlagi gangi frá samningi við Norðurorku breytingar eða færslu lagna, greiðslu kostnaðar og svo framvegis. Sumar af lögnunum eru þjónustulagnir fyrir höfnina sjálfa. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssvið falið að annast gildistöku hennar. Umsækjandi gangi frá samningi samanber umsögn Norðurorku áður en framkvæmdaleyfi verður gefið út. Sigurður Óli Sigurðsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Baldvin Valdimarsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svona örlítið varðandi þetta mál. Það ekki meiningin að fara strax í þessa framkvæmdir. Þetta hluti af svona framtíðar hugmyndum hafnarinnar varðandi þessa framkvæmdir, þannig að það ekki alveg á döfinni alveg strax, en hafnarstjórn vildi gjarnan að þetta leyfi lægi fyrir, þannig að þegar kemur að þessu, þetta ekki á framkvæmdaráætlun næstu árin reyndar, þannig að þetta svona meira varðandi framtíðarmúsík hafnarinnar. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þess að enginn hefur kastið til ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt vinsæls gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það þriðji dagskrárliður. Geirþrúðar Hagi 8 umsókn breytingar á deiluskipulagi. Sigurður Óli Sigurðsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. 7. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 11. janúar 2017. Erindi dagsett 28. nóvember 2016 þar sem Þröstur Sigurðsson fyrir hönd Hyrnu EHF sækjur breytingu á deiluskipulagi fyrir Geirþrúðar Hagi 8. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda þann 14. desember 2016 og leggja fram tillögu að breytingu. Tillagan dagsett 11. janúar 2017 og unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi. Einungis að ræða minniháttar hækkun á nýtingarhlutfalli og breyting sem varðar Akureyrarkaupstað og Lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við annan málslið 3. málsgreinar 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Sigurður Óli Sigurðsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Ok. Það sem enginn hefur kastið til ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu vinsæls gefi merki þeir sem geta samþykkt. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. 4. dagskrárliður Oddeyri rammarhluti aðalskipulags. Sigurður Óli Sigurðsson bæjarfulltrúi tekur til máls.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, 8. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 11. janúar 2017. Drög að rammahluta aðalskipulags fyrir Oddeyri voru kynnt þann 27. október 2016 samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustu Anddyri í Ráðhúsi Akureyrar. Kynningarfundur var haldinn 2. nóvember 2016. Frestur til þess að senda inn ábendingar var 23. nóvember 2016. Ábendingu var vísað til áframhaldandi vinnu við rammaskipulagið. Endurskoðun tillaga að rammahluta aðalskipulags dagsett 16. desember 2016 er lögð fram. Skipulagsráð samþykkir að tillögunni verði breytt til samræmis við umræður á fundunum og leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarfulltrúi Sigurður Óli Sigurðsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Dögg, við biðjum honum. Ég var brend fyrir ekki. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara aftur brýna fyrir mikilvægi þess að fara í lagfæringu á Tryggvabrautinni sem fyrst. Og þannig að ég bara hveti þess að því máli verði flýtt sem kostur er. Eins og ég sagði hér fyrir einhverju síðan að þá tel ég þar vera mikla slysahættu og þetta eru einbreiðu gatnamót landsins er mér sagt og þarna er mjög þung umferð sem kemur niður Hjalteyjargötuna og mætir Tryggvabrautinni, þannig að gatnamótin þar eru tel ég vera hættuleg og eins er gríðarlega mikil, eða hefur verið gríðarlega aukning á þjónustu við Tryggvabrautina og ég tel það ástand sem þar er núna ekki okkur til góðs, þannig að við ættum að flýta því ferli sem mögulega er. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í fyrsta lagi bara fagna því að þessi tillaga rammaskipulagi skuli vera komið fram fyrir Oddeyrina. Ég held að það hafi allir verið sammála það í kosningabaráttunni síðast og lengi verið sammála það að væri komin brýn nauðsyn til þess að fara og endurskoða skipulagsmál Oddeyrinnar. Oddeyrin hefur orðið að mínu viti og dálítið útundan á Akureyri núna undan gengin ára mörgu leyti. Þetta er viðkvæmt svæði, þarna er mikil atvinnustarfsemi og það þarf að flétta saman bæði þjónustu og atvinnustarfsemi og íbúðabyggð. Það er ástæða kannski til að fara að þétta byggðarna, þannig að hefur íbúum að einhverju leyti fækkað, allavega fækkar börnum í Oddeyrarskóla þó nokkuð og stefnir í frekari fækkun eftir því sem virðist vera og það er mjög mikilvægt að taka góða umræðu þetta rammaskipulag bara heilt yfir í bænum og ég skora nú á íbúa að kynna sér þetta vel og skoða þær upplýsingar sem þarna koma fram, þær hugmyndir sem eru þarna settar fram. Þarna er í sjálfu sér ekki settar fram neinar hugmyndir skipulag í smáatriðum, heldur er þetta meira í þeim anda að afmarka svæði og tala landnotkun og þar fram til götum sem skiptir náttúrulega máli áður en til deili skipulags kemur. En það er eitt í þessu sem að ég vil líka minnast á, að hérna aftasti hluti þessa skipulags, eða í viðauka við það er dálítið talað landnotkun hérna á svæði sem náttúrulega tengist Oddeyrinni að einhverju leyti og er Akureyrar völlur og það svæði. Nú sá ég upp í Káa heimilið daginn þegar ég fór þar í afmæli að þar voru kynntar framtíðar tillögur Káamanna skipulag á því svæði og það er gert ráð fyrir því að rísi keppnisvöllur með stúku þannig að þeir Káamenn komi ekki til með að nýta knattspyrnuvöllinn eða Akureyrarvöll í framtíðinni. Og þá er mikilvægt að fara að pæla í því og kannski fyrr en seinna hvernig ætlum við að nýta þetta svæði. Og það er svo margt sem hangir saman við þetta. Þó að þetta sé ekki beint hluti af þessu rammaskipulagi þá tengist þetta með ákveðnum hætti
og ég held að sé full ástæði til að fá fram umræðu og það sem fyrst þessi mál hérna á Akureyri. Þetta er mjög viðkvæmt svæði, það hafa allir örugglega skoðun á því hvað eigi að vera þarna til hvers ég að nota þetta og það er ekki seinna vænna en að byrja þá umræðu strax. Því að ekki síst í ljósi þess að það eru áform uppi það að reisa samgöngumiðstöð hérna sunnan við völlinn og þá má þá velta því fyrir sér hvernig við ætlum að tengja þetta saman miða við þá framtíðarsýn sem við höfum til þessa svæðis og notkunar þess. Ef þetta verður grænt svæði sem dæmi að stóra hluta, þá sé ég ekki að samgöngumiðstöð á þessu svæði hér norðan Ráðhússins fari endilega saman við þær hugmyndir. Þannig að ég legg til og skora á okkur öll að taka virkan þátt í umræðu þetta skipulag og ég held að við í bæjarstjórninni ættum að setjast niður fyrr en seinna að fara að velta vöngum yfir því hvað við viljum sjá á þessu svæði og þá í tengslu við miðbæinn og Glerártorg. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur kvætt við ljós, göngu til atkvæðagreiðslu til þess að geta samþykkt eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 5. Já. Og hérna 308 umsókn deiliskipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Sigur Óli Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, 21. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 11. janúar 2017. Erindi dagsett 7. september 2016 þar sem Þröstur Sigurðsson fyrir hönd Margrétar Stefánsdóttur sækir breytingu á deiluskipulagi fyrir 308. Skipulagsnefnd heimilaði að tillagan að deiluskipulagsbreytingu yrði grenndarkynnt á fundi 12. október 2016. Erindi var grenndarkynnt frá 17. október með athugasemdafresti til 15. nóvember 2016. Ein athugasemd barst. Hjörvar Maronsson og Tinna Lóa Ómarsdóttir dagsett 15. nóvember 2016. Þau samþykki ekki fyrirhugaðan sólskála nema með því skilyrði að sólskálinn verði ekki yfir efri brún á glugga hússins þar sem fyrirhugaður sólskóli á að rísa. Skipulagsnefnd frestaði erindin á fundi 30. nóvember 2016. Skipulagsráð telur að hugmyndir að fyrirhugaðri viðbyggingu falli að innkominni athugasemd. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar. Bæjarfulltrúi Sigur Óli Sigurðsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Friðbjörn Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég velti fyrir mig þessum erindum sem eru að koma hérna inn. Nú erum við að fara að samþykkja viðbyggingu við hús þar sem eigandi vill byggja sólskála við og það kemur fyrir bæjarstjórn. Því að reglur bæjarstjórn og skipulagsmál held ég segi til það þegar deiliskipulagsbreytingar þá eigi það að koma fyrir bæjarstjórn og við samþykkjum deiliskipulagsbreytingar. Mér langaði bara í framhaldi af þessu og þessari umræðu þá hvaða mál það sem er að koma fyrir bæjarstjórn þegar við erum að tala deiliskipulagsbreytingar og við erum að samþykkja hér sólskála. Ég vil ekki gera lítið úr því máli, alls ekki, og það getur farið fyrir brjóst á mörgum, þetta getur haft tilfinningarlegt gildi, en við erum með nefnd sem fer í gegnum þessu hluti og allt sé samkvæmt lögum og reglum. Svo koma önnur mál í skipulagsmálum. Þar langar mig að tala til dæmis og Austurbrú 2-8, þar sem við erum að byggja hérna á Drottningarbrautarreitnum, þar sem er stútfullt af tilfinningarlegum gildum í því. Þar er gert deiliskipulag eftir kynningu í janúar, þar sem íbúum var sýnt útlit hús sem átti að byggja þar og framkvæmdaraðilar þeir óska eftir deiliskipulagsbreytingum sem var samþykkt hérna í mars. Allt er góð með það. Svo gefum við út framkvæmdarleyfi fyrir þessari byggingu. Hún er þá öðruvísi heldur en kynnt var
fyrir íbúum og fyrir skipulagsnefndina þeim tíma og það er álitamál hvort að þarna hafi átt sér stað einhverjar deiliskipulagsbreytingar. Því í deiliskipulagi fyrir svæðið segir að það skuli taka mið af núverandi húsamynd. Það mál er ekki sett fyrir bæjarstjórn en er gríðarlega stórt mál og fyrst að bæjarstjórnin þess tökka ábyrgð á því hvernig húsið byggjum þarna. Það var köttað af öllum kvistum þar sem átti að setja hotnkvista, 45 gráðu hotn, það var köttað af setna og setti flatir kvistar á allt húsið. Ég er ekkert sem að bæjarbúar endilega viti það. Því á kynningunni, þegar kynningin kom, þá voru settir hotnkvistar. Svo kom framkvæmdaleyfið og þá var bara að taka þetta allt af. Og þetta er deiliskipulagsbreyting. Það kom ekki fyrir bæjarstjórn. Því það er mat sumra að þetta skuli ekki verið deiliskipulagsbreyting. Annað, í framhaldi af þessu sem við erum að fara samþykkja, kannski kemur málinu ekki beint við, en það, hvað kemur fyrir bæjarstjórn og hvað kemur ekki fyrir bæjarstjórn. Hvernig verðum við útlitið á hótelinu sem við byggjum hana þá? Verður það svo í framhaldi og verður það ennþá meira skorið af? Við höfum ekkert með það að segja. Í skipulagsnefnd núna í vikunni að vera samþykkja niður á Nökkvasvæði töluverð stóra byggingu og áberandi byggingu. Það eru við bæjarstjórn ekkert mál að segja, má byggja þarna hvað sem er. Þessa hluti þurfum við að fara að færa inn í bæjarstjórn líka við ákveðum útlit bæjarins. Við berum ábyrgð á útlit bæjarins. En að við skulum bera ábyrgð á því hvernig sólskáli skulle vera byggður upp í við einbýlishúsi eða bílskúr sem við sett ykkur starf í bænum, án þess að gera lítið mál úr þeim málum, þá finnst mér það smámál með við svona mál. Og þessi mál verðum við að fara að taka með skipulegar hætti hérna inn í bæjarstjórn og vera óhræddur að tala þessi mál. Því stundum í skipulagsnefnd þegar verið að gefa framkvæmdaleyfi og þessu tilfelli byggingarleyfi, þá var ekki sinni eining það. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er náttúrulega hefur þessi umræða varðandi hvað við erum að taka hér inn frá skipulagsráði hefur svo sem komið áður til umræðu og ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Preben að manni finnst þetta svona spurning hversu stór og mikið mál við erum að taka hér inn og svona deiliskipulagsbreyting á einu sólskála. Ég veit ekki af hverju hún kemur inn til sveitarstjórnar vegna þess að í lögunum skipulagslögunum þá segir í raun að við gætum í raun verið með þetta með öðrum hætti vegna þess að það kemur fram að skipulagsnefnd hafi heimild til þess í raun að ganga frá deiliskipulagsmálum. Það sé hins vegar aftur á móti aðalskipulag og eins og segir hérna með leyfi forseta að þá segir hérna smátt letrausu, sveitarstjórn er heimild í samþykkt sveitarfélagsins að fela skipulagsnefnd eða öðrum aðilum innan stjórnsýslu sveitarfélagsins heimild til fullnaðarafgreiðslu mála samkvæmt lögum þessum, samanber 42. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011, svo sem afgreiðslu deiliskipulagsáætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa. Afgreiðsla á svæðis og aðalskipulagi er þó ávallt háð samþykki sveitarstjórnar. Þannig að í sjálfu sér væri möguleiki á því að hafa allt deiliskipulag fyrir utan bæjarstjórn sýnist mér og þessi umræða hefur svona komið fram áður. Ég hins vegar til alveg rétt það sem að bæjarfulltrúi talar að það séu ýmis mál sem verið að afgreiða hjá skipulagsnefnd sem ættu kannski heima hér inni og það er í rauninni sjálfsvald sett hverjum bæjarfulltrúi að kalla eftir þeirri umræðu. Þannig að ég til dæmis eins og Preben bæjarfulltrúi vitna til að það eru stór mál sem að hans mati sem verið afgreiða í skipulagsráði að það er sjálfsagt í rauninni og það er eitt af það sem við höfum tök á, það er að reyna að fá þessi mál inn í umræðu hér í bæjarstjórn. Þannig að þegar er verið að samþykkja þetta og Preben benti á það að þetta hefði ekki verið einingum innan skipulagsráðs að þá sem er sjálfsagt í raun að menn kalli þetta inn hér í umræðu og fái bara máli á dagskrá og getur tekið pólitíska umræðu með þetta og sín. Þannig ég held að ég skora á bæjarfulltrúa Preben að hafa þetta í huga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið um orðið.
Takk, forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir svörin, bæjarfulltrúi Guðmundur. Ég veit vel að eins og þessu tiltekna atriði og framkvæmdarleyfi þarna, þá er á þessum tímapunkti var skipulagsnefnd, hún var fól skipulagsstjóra að gefa út framkvæmdarleyfið. Þar með var það mál búið, það var eiginlega ekki til að stoppa það mikið meira og hann gaf út framkvæmdarleyfi. Í þessu tiltekna máli þá kom það aldrei fyrir bæjarstjórn og ég skoðaði hvort það ætti að koma fundargerðir skipulagsnefndar fyrir og sendi bæjarfulltrúa og forseta Matthíasi tölvupóst þann 16. janúar í framhaldi af þessum fundi. Þar sem ég óska eftir að fá að taka til máls undir þeim lið að fundargerðir skipulagsnefndar hafi verið lagðar fram, það kom ekki fram í fundargáttina að það yrði lagðar fram og ég spyr, með leyfi forseta, ég sé ekki á fundargáttinu fyrir fundin á morgun ef það verið lagðar fram, þá er tala um þessar fundargerðir. En óska eftir að taka til máls undir þeim lið ef það er á annað borð hægt. Það varðar fundargerð skipulagsnefndar frá 11. maí, 7. lið, Austurbrú 2-4, umsókn byggingarleyfi. Svör mín sem ég fékk voru þau, það er ekki vaninn að tala að taka til máls undir þessum lið. Máli var afgreitt. En annars, þetta mál ekki að taka með, þetta er eitthvað sem við þurfum að laga og geta tekið upp. Og þess vegna byrja tilgangssviðri að leggja þá fram þessar fundargerðir. Ef við getum ekki rætt þar eða bent á það. Kannski var ég á seint þarna að koma að biðja það mál, en þær voru ekki komnar inn á fundargáttina að það skyldu vera tekna fyrir. Það voru samt tekna fyrir. Þá hvenær er ég þá á seint og hvenær er ég á snemma. Það er bara þetta sem ég velta fyrir mig. Það er til alveg, auðvitað á ég að vita að það er að vera tekna fyrir áður. Og ég get alveg tekið það á mig eftir að biðja undan fyrir 3 dögum síðan, ég veit hafa fundur á þessum tíma. En við erum náttúrulega fólk og ættum að geta að tala saman hlutin og laga á aðeins til. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, þá geta bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að blanda mér í þessu umræðu að því leytinu til. Mér fyndist ástæða til þess að endurskoða aðeins hvernig hvaða mál er raun og veru send til bæjarstjórnar frá skipulagsráði. Það yrði þá tekin umræðu það og skoðað hvort það sé ástæða til að taka mál eins og þetta inn í bæjarstjórn. Eftir því sem ég best veit þá gerðist þetta nú í kjölfar úrskurðar vegna breyting á samþykktum stjórn Akureyrar kaupstaðar á sínum tíma og snerist að einhverju leyti það hver hefði í raun og veru loka ákvörðunarvald breytingar eins og þessar, en það er bara ágætt að fá skýringar á þessu þá aftur og gera þá breytingar í samræmi við það. Annað sem ég langar þá til að nefna í þessu sambandi, því að bæjarfulltrúi Preben kom nú hérna inn á það með fundargerðirnar. Það væri mjög æskilegt ef að við vissum það, hugsanlega á 50 degi, hvaða fundargerðir stendur til að taka fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi. Það er að segja 50 degi fyrir næsta bæjarstjórnarfundi. Þannig að okkur gæfist þá tækifæri til þess ef að ástæða þykir til að óska eftir umræðum einstök mál í viðkomandi fundargerðum eins og reglurnar samþykktirnar segja til. Ég geri mig grein fyrir því að það er ekki ætlast til þess að við séum að ræða fundargerðirnar per se í bæjarstjórn, en ég held að þetta gæti verið eitthvað sem að mætti lagfæra í boðun fundan og legg til við virðulegan forseta að það verði skoðað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kastið ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu frumtún 8 umsókn deiliskipulagsbreytingar. Þess að geta samþykkt aðeins að skefi merki.
Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það næst 7. liður, sérstakar húsnæðisstuðningur. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir liggur afgreiðsla velferðarráðs á reglum sérstakan húsnæðisstuðning sem að þau tóku fyrir í velferðarráði 3. janúar síðastliðinn, en við fengum þessa reglur til afgreiðslu á síðasta bæjarstjórnarfundi en frestuðum afgreiðslu vegna þess að það komu upplýsingar eða semst það komu breytingar á viðmiðunarreglum frá þáverandi húsnæðismálaráðherra og við vildum að velferðarráð myndu fjalla reglurnar í ljósi þessara breytinga áður en við tækjum þær til afgreiðslu. Eftir að velferðarráð fóru yfir þessar reglur þá töldu nú ekki ástæðu til þess að breyta reglunum og ég legg til að við samþykkjum þær hér óbreyttar sem eru komnar til okkar aftur. En við þetta er að bæta að það liggur ekki fyrir samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga þær viðmiðunarfjárhæðir sem ráðherra leggur til í sínum reglum og Samband íslenskra sveitarfélaga leggur til að sveitarfélögin noti þær fjárhæðir sem kynntar voru í drögunum í nóvember síðastliðinn. En það er jafnframt gert ráð fyrir því að reglur sveitarfélaga komi til endurskoðunar mitt þetta ár og þá verður tekin afstaða til mögulegar breytinga á fjárhæðum, meðal annars þá út frá því hvort að ríkið hafi þá framfylgt ákvæðum laga framreikning grunnfjárhæðar í húsnæðisbótunum hjá sér. En aðgerðin hún sneri bara sérstækum húsnæðisbótum en ekki húsnæðisbótunum sjálfum sem að ríkið er komið til ríkisins. Neðri mörk viðmiðunarfjárhæðina í reglum sveitarfélaganna verði því að svo stöddu miðað við sömu fjárhæðir og lagðar voru til grundvallar við útreikningar húsnæðisbótanna sjálfra. Og þá líka vil ég taka það fram að velferðarráð það er verið að byrja útreikninga núna og velferðarráð mun fylgjast mjög vel með þessari framkvæmd og hvaða áhrif þetta hefur á notendur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kast sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt þessari skefimerki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 7. dagskrárliður, samþykkt stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar, endurskoðun vegna stjórnsýslubreytinga seinni umræða. Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls. Bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er komin vegna seinni umræðu samþykkt stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar. En hér voru á síðasta bæjarstjórnarfundi lagðar fram nokkrar tillögur sem annars vegar var hafnað og hins vegar voru samþykktar. Þær tillögur sem þar voru samþykktar hafa verið settar þá inn í núverandi tillögur sem þá til seinni umræðu og ég ætla ekki að fara í gegnum allar þessar tillögur. Ég fór ágætlega í gegnum samþykktirnar síðast. Þannig að til þess að stytta umræðuna þá legg ég bara einfaldlega fram samþykktirnar með þá áorðnum breytingum sem voru gerðar á síðasta fundi og til umræðu og endanlegrar afgreiðslu. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson hefur lokið máli sínu, bæjarstjóri, orðið er laust. Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara til að koma hérna og gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég hafði hugsað mér að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls, ekki að því ég sé á móti þessum breytingum enda eru þær nauðsynlegar, heldur vegna þessa eftir fyrri umræðu málsins þar sem ég hef lagt fram breytingartillögur við stjórn og fundarskap Akureyrarbæjar sem var hafnað. Átti ég samtal við forseta bæjarstjórnar þar sem ég bað hann eða spurði hvort það væri ekki hægt að taka þetta mál aftur til umræðu á þarnæsta bæjarstjórnarfundi.
Ég gekk út frá því samtali með þann skilning að það væri ekkert mál og alveg sjálfsagt og það olli með miklu vonbrigðum að sjá þetta mál á dagskrá fundarins í dag vegna þess að ég tel forseti að hafa gengið á bak orða sinna við mig, þannig að ég mun ekki greiða atkvæði með þessu máli af þessum ástæðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sólveig Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hvort að ég hef gengið á bak orða minna, það er náttúrulega svolítið ég tók jákvætt í þetta og ætla ekki að fullyrða að ég hafi lofað eða ekki lofað að þetta yrði ekki á dagskrá. Ég bara treysti mér ekki til þess og ef ég hefur lofað því þá veist ég bara afsökun á því, en það var bara nauðsynlegt að taka þetta fyrir núna. Það þurfti að klára þetta fyrir mánaðamótin, þá þurfti að boða til aukafundar eins og ég skildi þetta og þess vegna erum við að klára þetta og þannig að það er náttúrulega leiðilegt ef það hefur orðið einhvern trúnaðarbrestur hérna á milli okkar, bæjarfulltrúa okkar Sólveigar og vill að sjálfsögðu reyna að vinna heilindum og gera hlutina rétt og standa rétt á hlutunum. Ég byrst bara einilega afsökunar á því ef ég hef einhvern átt klúður á þessu. En við þurfum að taka þetta mál fyrir og það er hér á dagskrá og ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér finnst það bæði klaufalegt og dapurlegt að við skulum ekki ná einingu og kjósa öll hvernig við viljum hafa fundarsköp og stjórn fyrir Akureyrarkaupstað. Við komum með tillögu fyrir hálfu mánuði síðan og var felld, við vorum samt með tillögu að breytingu og ég er ennþá þeirri skoðun að hún hefði verið til góðs. Svo erum við með seinni umræðu núna á tímabilinu, þennan hálfa mánuð, þá hefur ekkert þurft hvort við myndum vilja samþykkja þetta og gera þetta í einhverju sátt. Hvort við gætum eitthvað að laga þetta til. Við teldum einhverja breytingu og ég veit það alveg innst inni. Ég trúi því bara að þessi breyting sem við lögum til, hún er einhver ekki þannig á móti skapi og getur ekki, ég skil ekki alveg bara, það er bara hvort hún hafa komið úr rangri átt eða á vitlausu tíma, en við höfðum allavega hálfan mánuð til að ræða saman hvort við getum náð einhverju lendingu. Það var aldrei reynt. Ég mun setja hjá í þessari atkvæðagreiðslu og það er einfaldlega því mér finnst bara sorglegt við skulum ekki allan reynt að ræða þessi mál út hvort við getum ná samkomulag þetta. Það var vitað fyrirfram að það var óeining þetta mál. En það er mjög mikilvægt að við séum sammála við það og ættum að ná lendingu það. Það var ekkert gert til þess. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði bara að koma upp og lýsa því yfir að ég er líka sorgmæddur. Enda er ég svartklæddur í dag. Ég get nefnilega tekið undir það sem bæjarfulltrúi Preben sagði hér núna, að það er eiginlega hálfsorglegt að það skuli ekki hafa verið gert eitthvað og kannski má spyrja því af hverju höfum við þá ekki frumkvæðið að því. Það má vel vera að það sé að varpa boltanum á okkur í minnihlutanum hvað það varðar, en mér finnst þetta kannski mál sem að meirihlutinn hefði kannski átt að taka á sína arma og hugsa þannig að það væri kannski ástæða til að setjast niður og reyna að ná sátt á einhvern hátt. Ég geri mig alveg fulla grein fyrir því að tillagan barst seint inn fyrir síðasta fund og það getur ekki verið
bein ástæða til að hafna tillögu þó hann hafi borið seint inn. Og þá alltaf gott bara að setjast niður og fara yfir málið og skoða hvort að það sé einhver aðri fletir á þessu. Við ræddum það líka hérna síðast að þessar tillögur breytingar á ræðutíma bæjarfulltrúa mætti kannski gera tilraun með svona og skoða hvort að virkuð og mér getur það bara stíið tilbaka. En það væri fróðlegt að fá að heyra frá meirihlutanum hvort að þetta sé eitthvað sem kemur til greina þá að skoða síðar meir. Ef að til þess kæmi að menn tækju nú þessa samþykkt upp aftur með tilliti til þess að skoða það hvort að megi þá ná sátt breytingar. Ég geri mig grein fyrir því að það þarf hugsanlega að afgreiða þetta hér vegna þeirra stjórnskipulagsbreytinga sem við erum að ganga gegnum. En ég tek undir með þeim sem hér hafa talað undan mér að ég mun sitja hjá á meðan að við erum ekki búin að útkljá þetta mál svona með umræðu. Og mig langar líka bara til þess að kalla eftir því að við kannski gera þá meira því að setjast aðeins niður og ræða ákveðin mál sem við vitum að smá deila og við erum ekki einhuga og skoða hvort við getum lent þeim. Bara svona næsta 1,5 ári til dæmis. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið svo máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin bauð orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vissulega það svo að það dapurt þegar við erum að samþykkja hér breytingar á fundarsköpum Akureyrarbæjar að við skulum ekki vera einhuga í því og þetta mál æxlaðist kannski með þessum hætti að við gengum frá þessu á síðasta fundi. Það má vel vera það sem rétt sem að Preben Jón bæjarfulltrúi talar að við hefum kannski átt að ræða þetta á milli fundana og það kannski hugsanlega hefur það verið tilgangur bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar að fá lengri tíma til þess að ræða þessi mál. Þess vegna hafi hún beðið að bíða með þetta til næsta fundar. Hins vegar lá fyrir að við þyrftum að klára þessar samþykktir og ég tel að við munum ganga frá þessum samþykktum hér og samþykkja það til þess að við getum klárað þetta varðandi stjórnsýslubreytingarnar. Hins vegar erum við náttúrulega líka lausnamiðuð og við hlustum nú ofta minnutan og ég held að við séum alveg tilbúin í þá umræðu að skoða þetta síðan í framhaldinu. Ég held að þetta er ekkert meitlað í stein þessar samþykktir og við getum alveg hort til þess að eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Við getum hugsanlega bara sagt að við stemdum að því að ári að vera búin að komast að niðurstöðu og bara frá með 1. janúar 2018 væri við búin að breyta samþykktum. Ég veit ekki, ég bara tala nú fyrir mig hérna í pontu. Ég held að við verðum að horfa á þetta. Þetta er ekkert eilíða plagg og við getum breytt þessu ef að vilji til þess. En okkar sjónarmið var á þessum tímapunkti og ennþá að þetta hafi kannski ekki verið þörfbreyting en við erum sjálfsögðu tilbúin að halda áfram að ræða þetta og skoða til dæmis eins og bæjarfulltrúi Matthías og forseti bæjarstjórnar hefur oft talað að hvernig eru aðrir að gera þetta og hvernig er þetta að koma út og svo framvegis. Þannig að ég vil ekki meina það að við séum að ég kannski bara koma þannig orðað í þetta er ekkert meitlað í stein og við erum alltaf tilbúin að skoða aðrar leiðir. Þannig að við þurfum að klára þetta núna, samþykkja þetta. Við ekki miður að við skulum ekki öll vera sammála í því. En ég held að við þurfum að horfa til framtíðar og þá skulum við taka mögulega breytingar á þessu aftur. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu orðið laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt eins og skefið merki. 6 sem eru á móti eins og skefið merki. 5 sitja hjá. Þá það skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þið eru svo heppin í dag að ég er svo hás að ég þarf ekki margar mínútur í þetta. Síðasti fundur bæjarstjórnar var 3. janúar síðastliðinn. Helstu atriði frá þeim fundi eru að við höfum verið að ganga frá samningum sjúkraflug og sjúkraflutninga vegna ársins 2016 aðtugið það og erum að vonast til þess að geta klárað einu sinni samninga í byrjun þess árs sem við erum að fara inn í. Það er alveg arfa vitlaust að vera alltaf að samþykkja
svona samninga líkur við aftur í tíman, en við höfum í rauninni fengið það fjármagn sem við höfum þurft samkvæmt samningunum vegna ársins 2016 og erum óskætt því að fá leiðréttingar samkvæmt árinu 2017. Við höfum verið að vinna í ákveðnum verkefni sem hafa komið vegna aðgerðahópsins sem vann á síðastliðnu ári og mér langar að nefna hérna sérstaklega svokallaða línverkefni sem við höfum verið að vinna í og hefur með ágætlega áfram og það er ákveðin hópar innan sveitafélagsins sem eru tilbúin til þess að hefja vera tilraunaverkefni í því að innleiða lín og það reyndar starfsmannaþjónustan hefur nú þegar byrjað á því en við munum fylgja því verkefni áfram að sjálfsögðu eftir og í aðgerðahópnum okkar. Nú Norðurorka veitti samfélagsstyrki í síðustu viku og ég var þar ásamt í að vera líka við á 80 ára afmæli KA í síðustu viku líka. Nú síðan hafa verið fundir í samráðshópunum vegna stjórnsýslubreytinga. Við höfum átt einn fund með hópnum breytingar á umhverfis- og mannvirkjasviðinu og þar vorum við að fara aðeins yfir skipulagsbreytingarnar þar, þannig það vinna í gangi í samráðshópunum, erum svona að fara af stað á nýju ári. Afsakið. Nú aðgerðahópurinn varðandi sölu eigna hefur líka verið að vinna og vonandi fara að koma fram, eða það reyndar komin fram ákveðna tillögu sem þarf bara að leggja fyrir bæjarráð varðandi hugmyndir sölu og bætta nýtingu á eignum sveitafélagsins. Við gengum frá samningi varðandi kaup á nýjum metanstrætisvögnum í síðustu viku, ágætis og áhugavert og innlegg í vinnu okkar að því að gera Akureyri að kolefnishlutlausu sveitafélagi. Og síðan var fundur í kjarasamninganefnd, ég þarf ekkert að fara dýpra í það, að vera að fara yfir mál, að ég var boðaðurinn til kjarasamninganefndar vegna stjórnsýslubreytinga. Við höfum verið að fara yfir samningin vegna móttöku flóttafólks, því að hingað að koma ung fjölskylda, 5 manna fjölskylda núna í lok þessa mánaðar, til viðbótar við þær fjölskyldur sem komu hingað á síðastliðnu ári. Og við höfum verið að klára að ganga frá samningum við ríkisvaldið vegna þeirra samninga, eða vegna þeirra komu. Og í lok síðustu viku þá var haldinn í Reykjavík mjög stór fundur, hugaflugsfundur formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu og við vorum nú 12 eða 15 hér frá Akureyri sem sátum þann fund. Þannig ég held að sjónarmiðum Akureyrar og hafi svo sannarlega verið komið þar á framfæri í þeirri vinnu það hvað við viljum fá og hvað við viljum sjá út úr í tímabili þegar Ísland fer með formennsku í Norðurskautsráðinu að við getum svona búið til eða styrkt okkar stöðu hér á Akureyri í norðurslóðamálum, nýtt okkur tækifæri. Og það líklega ekki farið fram hjá neinum að Háskólinn á Akureyri verður 30 ára þessu ári í haust og það hafin svona fyrirlestararöð og það var eins slík síðastliðinn föstudag. Við höfum verið að funda vegna öldrunarstofnana breytt rekstrarfyrirkomulag á öldrunarstofnunum og ég hef verið að vinna bæði með framkvæmdastjóranum og Magnúsi Kristjánssoni hjá KPMG vegna þeirra vinnu. Og síðan voru opnaðar 2 sýningar í listasafninu á Akureyri helgina. Ég er búinn að eiga fundi núna vegna færslu á skólaþjónustu leik- og grunnskóla frá fjölskyldusviði til skólasviðs og bara svona til upplýsinga að það fór svolítið styrkt af stað en vinnan gengur mjög vel núna, bara til upplýsinga, það samstarf gengur mjög vel og ég held að okkur sé að takast að ganga í takt eins og ég kalla það í þeirri vinnu. Nú varandi vinnuna með frumkvöðlasetur og þá vorum við aðeins í gær síðast að skoða aðstöðu og mér var falið að bæjarráði að ganga frá samningum vegna aðstöðu fyrir nýtt frumkvöðlasetur og við vorum að skoða þá aðstöðu í gær og vonandi getum við gengið frá samningum þá aðstöðu sem fyrst. Fulltrúar frá tónræktinni voru hér hjá mér í morgun og voru að upplýsa mig það að þeir eru að missa húsnæði sitt og hafa augastað á nýju húsnæði og eru þess að spyrja sveitafélagið varðandi frekari stuðning hvort af honum verður ekki og svona í lokin að segja svona frá því að
að hingað kom í morguntímin ungur piltur vegna inniaðstöðu fyrir hjólabretti og bara svona segja frá þetta svona til gamans að ég mitt að hann tilkynnti mér þegar hann fór út frá mér að hérna hann hefði þurft að telja sér kjark til að koma og heimsækja bæjarstjórann, sérstaklega þegar hann kom einn, en hann var að hafa gaman að fá hann í heimsókn því að ég held að það eru fáir sem hafa verið eins skelegir og ákveðnir eins og þessi ungi piltur sem kom til mér í morgun þessa og baráttunum fyrir þessa aðstöðu. Hann stóð sig virkilega vel. Ég var bara að segja frá þessu að hérna maður upplifir náttúrulega ekki sjálfa sig alltaf þannig að maður sé einhver ógn við íbúana en þegar íbúarnir þurfa að telja sér kjark til að koma til bæjarstjórans að hérna þá finnst mér það auðvitað bæði svona pínlítið skondið en auðvitað það þannig að hérna að sérstaklega unga fólki að það þykir ekkert endilega sjálfsagt að koma til sveitarfélagsins, þannig að það gildur þetta saman bæjarfulltrúa og í rauninni maður verður svolítið hugsi líka bara yfir bæjarkerfinu, gott að við erum svolítið ógn, þannig að fólki kannski einhver litur hríshuga við að koma og heimsækja okkur, en allavega hefur sá sem hér stendur tekið ákvörðun að reyna svona hrista sér slíðróðrið ef hann er hérna eitthvað ókveikjandi gagnvart yngri kynslóðin í bænum. Vek athygli ykkar að algjörlega lokum svo ég segi nú algjörlega lokum, því ég sá nú hittar á lokum, að á morgun minni ég bæjarfulltrúann það það er samkoma vegna þess að það er 1 ár liðið frá því að sýrlensku fjölskyldunar komu hingað til Akureyrar og hérna ykkur er búið að vera þar sem og íþróttamaður Akureyrar verið einnig valinn á morgun. En læt þetta duga. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri lokið máli sínu. Í lokið vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum sem eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 12. janúar 2017, bæjarráð 5. og 12. janúar 2017, kjarasamningsnefnd 7. og 10. janúar 2017, skipulagsráð 11. janúar 2017, velferðarráð 28. desember 2016 og 11. janúar 2017. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu Akureyrar sem fundið slítið kl. 16:47.